Fjarðarveitingar veisluþjónusta kemur með matinn til þín. Það fara 100 millilítrar af lit í 100 g af garni. Nei, það sko ekki slátur í þessum potti. Heldur ætlum við að lita garn í dag heima í eldhúsi og við ætlum að leyfa ykkur fylgjast með. Inga Rós Unnarsdóttir á Egilsstöðum litar garnið sitt í eldhúsinu heima. Hún segir það lengi hafi verið fjarlægan draum sem hún lét svo verða því að prófa fyrir tæpum 2 árum og þá var ekki aftur snúið. Ég prjóna náttúrulega mikið sjálf og mér finnst mjög gaman að prjóna úr einmitt svona litasprengdu og svona svolítið lifandi garni, ekki bara einn litur í raun og veru. Ég prjóna sjöl og sokka og náttúrulega allt annað sko, en það svona það sem skemmtilegast að prjóna úr svona garni. Þannig að þá fór mér bara svolítið að langa að prófa að gera þetta sjálf. Ekki nómið að Inga Rós geti nú búið til nákvæmlega þann lit sem hann langar til að prjóna úr. Nýji heimilisiðnaðurinn hefur einnig jákvæð áhrif á pingjuna, en garnið kaupir hún frá Bretlandi og litina frá Bandaríkjunum. Með því að gera þetta svona sjálf og kaupa inn bara hvítt garn sem ég lita sjálf, og þá þetta ódýrara fyrir mig, sem að ég reynir svo að koma áfram, þannig að það ódýrari þegar það sem ég að selja, heldur hann svo færið út í búð. Og þó þetta sé náttúrulega svolítið svona mall og að vinna við að gera þetta, að þá þetta bara svo skemmtilegt að það alveg þess virði, sko. En hvernig fer hún að því að breyta hvítu garni í alla regnbogans liti? Við erum með bara hespu, sem við skellum út í pottinn. Hvað í pottinum? Í pottinum er litur tilbúinn, sem við vorum búin að fixa hérna áðan, og vatn og sýru, sítrónusýru, sem við notum til þess að festa litin í garnið. Og þessi verður svona fallega rauðvínsrauður. Já, ég var að spáði hvort það væri hreinlega bara rauðvín í pottinu. Nei, ekki alveg rauðvín, en hann heitir það, hann heitir Cabernet, þessi litur, þannig að við bara vonum að það koma út, fallega út, það rauðvínsrauð. Og þetta svona litu við, svona heila liti. Svo erum við með hérna við hliðina á okkur aðra gerð, það sem eru 3 litir í einni hespu. Og þetta það sem ég að dunda við, svona í eldhúsinu. Og hvað þarf þetta að vera lengi hér ofinni þangað til þetta tilbúið? Sko, við þurfum þetta svona 20 mínútur, 30 mínútur, eitthvað sem að liturinn tekur í að festa garnið. Þegar vatnið er orðið tært aftur, og þá er hún tilbúið. Drekkur sem sagt garnið í sig allan litin? Já. Og festir hann alveg, þannig að hann skólast ekkert úr aftur en slíkt, sko. Ingu Rós þykir skemmtilegast að búa til sína eigin liti, bæði einlita og marglita. Þegar maður blandar, þá mjög mikilvægt að maður passi upp á öryggið líka, því að efnið og duftið svo óbúslega fínt að maður má ekki anda því að sér. Þannig að maður setur upp svona rosalega grímu þegar maður að blanda litina. Manni líður svona svolítið eins og maður sé brjálaði vísindamaður þegar maður komin í allan græjur, sko. Litablöndunin, hún ekkert flókin? Jó, þetta pínustarfræði, en ekkert stórkostlegt, sko. En maður þarf náttúrulega bara að skrá niður nákvæmlega hversu mikið af grömmum eða prósentum af ákveðnu litu þú ert að nota í hverju blöndu. Og svo reynir maður eins að koma eins nálægt því maður mögulega getur í næstu. Hver og ein hespa náttúrulega, það engin eins, sko. En hvaðan koma litahugmyndirnar? Það fyrir svolítið bara eftir hvar maður í innblásturinn, sko. Maður getur fengið eitthvað úr náttúrunni, hann margir sem lita eftir blómalitum og skoða einhverjar blómabækur og eitthvað svoleiðis, sko. Ég nota svolítið bara, þegar ég byrjaði að hugsa svolítið svona íslenska náttúru. En ég sýni ykkur þessa hérna til dæmis. Þessi heitir Eldfjall. Wow. Og maður sér að það bara svona dökk grátt og svo skiptast á milli gult og appelsínugult og alveg verið rautt og bleikt og allir svona litir sem maður gæti mögulega séð í eldgosi eða eldfjalli einhvers staðar, sko. Og þessi heitir Íshellir og hérna bara svona þessi turkís og svartur og hvítur sem blandast bara saman sem maður gæti kannski séð inn í Íshelli. Þetta svona meiri vinna í því að hafa svona litaskipt, sko. En eins og hérna þá byrja maður bara á því að lita svarta og geymir þá hérna verið bara þennan. Þetta bara það sem ofan í pottinum. Og svo setjum maður þennan hérna. En hér eru gulur og appelsínugulur og rauður sem fá þá bara að blandast og alveg vera alveg út í því að vera bara bleikur yfir í að blandast alveg saman, sko.
og ég nota sprautur, bara stórar 50 ml sprautur til þess að reyna að stjórna svolítið hvar liturinn lendir en það er alltaf aldrei hægt alveg. En þetta er rosa gaman. Já. Þetta er bara svona lítið sjal sem er prjónað úr akkúrat svona hespu. Núna er ég að byrja að þróa nýja seríu til dæmis sem eru þessar hérna 2. Þeir eiga að vera tengdir við ásatrúna. Þetta er til dæmis Óðinn og þetta er hans kona, Frigg. Þannig að maður er svona að reyna að ímynda sér hvaða litir túlka þau best. Eins og Óðinn er svona kóngurinn og hann fær að vera svona kóngablár sko. Og hans kona er með þennan kóngabláa í sér. Þú getur notað þessar hespur saman til dæmis í flík eða sel eða hvað sem það er sko. Þær eiga þá eftir að tóna saman. Hér er mikið magn af garni. Hvað prjónaru úr þessu öllu sjálf? Nei, ég sel þetta á svona markasíðu sem heitir bara Etsy og er raun og veru síða fyrir fólk sem er að gera svona sjálft, sauma og handverk og það gengur bara ágætlega. Og hérna, það er rosa gaman að senda pakka til Ástralíu og Noregs og Singapore og eitthvað svoleiðis sko, þannig að garnið manns er alveg út allan heim sko. Það var náttúrulega rosalega gaman að geta komið þessu inn, talin ekki að maður kemur sér inn bara í verslun og Reykjavík eitthvað. Hún segist varla setjast niður án þess að grípa í handavinnu. Sauma svona tösku líka og hvert verkefni á bara sína tösku. Það eru mjög stóra náttúrulega eins og þessi til dæmis, þessi litla hérna. Þetta er, þá brettir maður þetta bara svona niður og svo prjónar þau bara upp úr þessu. Og hefur bara garnið hérna alltaf í og verkefnið og svo er þetta að grípa þetta með sér, ég er alltaf með prjónana með mér. Það er ekkert að hafa prjónana með þér sko. Og þá grípar maður bara einu svona tösku og það getur bara prjónað hvað sem er. Ég starfa á skrifstofu hérna í bænum, svona innheimtu fyrirtæki sem heitir Motus og er mjög góður vinnustaður en hann er ekkert ofboðslega skapandi. Þetta er svona mín útrás fyrir sköpunartilfinninguna að fá að sulla þessu og prjóna og svo er þetta bara svo róandi að prjóna. Þetta er svona minn tími. En eigum við að kíkja á það sem við erum með í potta? Já. Sko, þetta er bara eitthvað sem ég var alveg nýtt núna að setja bara í hérna fyrir ykkur. Þetta er ekkert hvernig þetta kemur út til með að líta út. Og ég er í svona rosa stórum hönskum af því að ég gleymi því alltaf að ég er náttúrulega að vinna með sjóðandi vatn og það er náttúrulega brjálæðislega heitt og svo lyftir maður upp fyrir og þá rennur náttúrulega heitt vatn þannig að ég er í svona rosa hönskum sko. Ég er svolítið eins og ég sé hérna að fara að sæða kýr eða eitthvað. Þannig að við skulum bara sjá hvernig þetta kemur út. Ertu komið nafn á þennan? Nei. Eigum að segja hann heiti N4 eða? Já. Eða að austan. Að austan. Þetta getur orðið rosa flottir verkefni. Fjarðarveitingar veisluþjónusta kemur með matinn til þín.